Já, sigur niðurstaðan, fyrstu viðbrögð? Ánægja og gleði fyrir hönd strákana að liðið skyldi sýna svona mikla samheldni og seiglu í þessum erfiða leik við þessar aðstæður. Það buðu ekki upp á fallegan fótbolta en það reyndi þeim meira á liðsheildina, samheldnina, vinnusemina og við áttum hana til í dag og það var það sem fleytt okkur í gegnum hennar hjall og ég hrikalega ánægður með það að sjá þessi viðbrögð hjá liðinu í þessum leik. Það var svolítið jafnræði með liðunum svona framan að leik en síðan gerur hérna skiptingu snemma í seinni hálfleik og hún virðist hafa gjörbreytt leiknum. Já, þetta er bara þannig að þetta er liðsíþrótt og það er ekki bara þeir sem byrja leikina, heldur líka þeir sem fyrir utan sitja og það er alveg hárrétt hjá þér að þeir komu virkilega frískir inn, strákarnir og ætluðu sér að bæta einhverju við leikinn og gerðu það svo sannarlega og það er mjög ánægjulegt. Skoruðu 2 mörk og haldir hreinu, þú hlýtur að vera mjög ánægð með liðið. Það er þannig í fótboltanum að ef maður leyfir sér að fara allt of hátt þá er vesen og ef maður leyfir sér að fara allt of lágt þegar leikir tapast þá er vesen. Við erum kátir núna og við erum ánægðir með það sem gerist hér í kvöld en við fyrir síðan að sofa svo vakna á morgun og byrjum bara aftur fyrir næsta leik. Þetta er satt gott til að byggja á? Já, sko að vinna fótboltaleiki er ómetanlegt þegar maður er að leggja alla þessa vinnu í þetta, þegar maður er að fórna, jafn miklu þessi stráka fórna. Það er ekki bara tími, þetta er fjarvera frá fjölskyldu, þetta er fjarvera frá vinum og menn er að setja allt sem þeir eiga í þetta fyrir, ekkert nema ánægjuna. Þannig að það að slíta 3 stig út, að það gefur þessi gildi og það gerir það að verkum að öll þessi vinna og allar þessar fórnir hafa einhverja merkingu vegna þess að þau kemur með ekkert út úr þessu þó svo við höfum spilað vel að því að mér finnst í mörgum leikjum til þessa og höfum við haft ekkert út úr þeim og það rænir ánægjunni af framförunum og það rænir ánægjunni af því sem verið að gera og hérna í dag þetta var langt frá því að vera fótbolti sem var gaman að horfa á en það sem var gaman að fylgjast með var samstæðan, seiglan og vinnusemi. Gangi vel. Takk fyrir.